áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meirihluta umskipti og áherslur munu breytast. Ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni? Finnst þeim sem þeirra tími sé liðinn? Menn að sleikja sárin? Á meðan hægra fólkið þenur út kassan. Hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að hann yrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spjaldið. Vertu velkominn, Stefán. Takk. Þú varst hérna einmitt hjá mér í þætti daginn og þá voru við á svona, þá mældistu inni. Já, eru vonbrigði að hafa ekki? Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari. Já. Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vitum það að framboð svona á vinstri vangnum, þau hafa dálítið tilhneigingu til þess að gefa eftir á lokaspretti kosningabaráttunar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleyti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja. Kapitalismin? Já, í rauninni bara fjármagnið. Ég meina fjármagnið kaupir upp kosningaúrslit. Menn eru ekki að auglýsa að ástæðulaus. Ég meina kosningastjórar heimsins vita alveg hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskiltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldur vaxandi sem að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu ekki vegna þess að fólk sé búið að vera í einhverju sálarangist í marga mánuði hvernig það að verja atkvæði sínu, heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkert að spá í þessu fyrir alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til. Nei. Það vera svona fljótandi, tilfallandi fylgi. Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarna sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss að þessi peningar, þessar auglýsingaherferðir kaupa atkvæði og snúa fólki á loka sprettinum. Já, ég eins og mann nú illa við kapitalistana þá vita alveg hvað þeir eru að gera og auglýsingafræðin öll sem límina kosningabarátta Sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst þetta slagorð að það ætti bara að keyra á þessu orði strax og síðan að sýna endalaust bara myndir af oddvitanum. Þá fór maður að spyrja sig býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkert sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkert viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga snúum borgin og haus. Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég átti svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu að þá var það einmitt að myndin af frambjóðanum væri á haus var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver texta Mér fannst það frekar bernst. Mér finnst þetta fyndið í 10. bekk. Já, eða framhaldsskóla. Já.
En en svo var þetta líka pínulítið asnalegt af því að það ekki eins og Viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum. Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunninn leiðileg sem hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það er alveg markaður inn að gæðslappa við erum strax farin að nota allt þetta viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara. Ég skrifaði frétt það að ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svoleiðis á vinstrinu? Voru það að borga fólki fyrir að hringja út? Nei, það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra hreyfinga sem að stóð að þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og ríkisstyrk eða einhvað slíkt. Þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt. VG hefur engin af kosningabaráttum Vinstri grænna í gegnum tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem var sett í þetta framboð vinstrisins og það mun náttúrulega bara þegar að framboðin munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum menn alveg rekka upp stór augu ef að það ratar í einhverjar fréttir, það verður þá kannski bara einhver neðmálsgrein kannski. Og það úr sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svoleiðis að... Ég meina, auðvitað getur... Það er búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það er auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vænginn. En maður á svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því. Þetta er náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð. Við höfum alltaf séð það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vössum. Ég var undrandi að sjá hvað Samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið. Ég meina, Miðflokkurinn var með mjög kostnaðarsama auglýsingaherferð greinilega og ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekkert reknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna. Það er liðinn sá tími að við munum nú eftir því þegar það voru alltaf happdrætti stjórnmálaflokkana sem voru mikil tekjuöfluna leið. Ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til happdrættis í fjármögnunarskyni. En þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til Já, og ég held að það sé bara hluti dálítið af almennri hnignun í félagsmálum. Fólk, og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar, íþróttafélög lenda í því. Það er erfiðara að fá sjálfboðaliða, fólk er félagsgjöld innheimtast illa, þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður. Yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstæðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum, sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag, hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum. En nú verð ég eiginlega að stoppa, ég minnst ég vera fann að hljóma eins og svona gamall skröggur með einhverjar heimsósóma kveðskap.
en þið allavega lifið af, þið fengu 2 menn og en það voru flokkar í kringu þig sem var slátrað. Þú hefur sögu með þessum öflum og runni með þessu fólki. Er það vont fyrir borgina, fyrir lýðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar flokkar eins og Píratar og flokkur fólksins eyðast? Ég held allavega það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað. Hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á landinu. Við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara juku rækilega við sig í þessum kosningum. Stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði. Þannig að við getum ekki horft fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum. Og þegar maður sá hana, ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meirihluta, þá vissi ég alveg að það væri ekkert gott í vændum og ég var svo tekinn tali af blaðamanni Morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu, en svona bara trend, þau gerast á landsvísu. Og hvers vegna er þessi breyting núna á þínum mati? Ég held að klárlega sé partur af því er það að við sjáum það og raunar hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn. Ég meina, við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það er hart sótt að Starmer og það er kröfur afsögn hans. Hvers vegna er það? Jú, það er vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhróð í sveitarstjórn. En er ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við Jú, það getur svo sem verið, en ég meina að sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki, en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurinn væri bara stara ofan í hyldýpið, að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisnar til vinstri. Svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældir ríkisstjórnarinnar hafa verið að falla mjög hratt. Og ég held að það geti ekkert verið nein tilviljun. Sem að vakti sig líka athygli mína í þessum kosningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá. Og hefði kannski betur sleppt í hefði mögulega betur sleppt í og eins og ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp, ef að Samfylkingin hefði unnið frægan sigur, fellt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi, haldið vel í Reykjavík eða eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór. Það er alveg ótvírætt að það var
ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í því ljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum Samfylkinguna fá sína verstu útkomu, ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni, Flokkur fólksins og Píratar þurrkast út, en við hafandi haft aðkomu að þessum að meirihlutanum núna í tæplega 1,5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að nú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi farið í gegnum þessa kosningabaráttu þá voru alveg hérna fundir þar sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandurnir sem að myndum það að við værum í meirihluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana, meirihlutaflokkana, samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu á að þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrgð á einu sem undan hefði gengið. En mér langar að spyrja það kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar eins og Píratar hverfa úr borgarstjórn og Flokkur fólksins einnig farin að minnst kosti bili. Maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlaugunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála. En náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöðu að hvorki Píratar né Flokkur fólksins erum með mann í borgarstjórn? Það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn. Þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft hreinan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svona svipuðum slóðum og Flokkur fólksins, frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistinn og þar fram eftir götunum tilhneigingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það kannski einhvern veginn mögulega ítir samfélagsmiðla umræða dálítið undir það að menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá praktísku sjónarmiði, hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leyfum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leyti samanstendur af flokkum sem eru með einn fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana, halda öllum boltum á lofti, hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir leið og við erum komið með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík. Þannig að en þessar fréttir þýða það náttúrulega að Flokkur fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja, hann bauð bara fram í Reykjavík. Það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakosningu. Það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins, sérstaklega ef að leiðtoginn snýsir einhvern tímann að einhverju öðru og með Píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða öflugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni
ESB aðildarumsókn, þá hygg ég að þessi úrslit helgina gera það að verkum að þarna muni verða dálítill hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opin arm. Sko, aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrirsjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannasveitarfélög ef við nennum, en hérna áður við förum þangað, sko, þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að Miðflokkurinn fær mjög góða kosningu og Sjálfstæðisflokkurinn fær frábæra kosningu. Hvað segir þetta? Sko, menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið Miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem maður kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk. Það sem mér sýnir samt aðalega, það sem ég hef alltaf upplifað Miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur. Hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á 7. áratugnum eða 7. áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eldast við glansmynd sem var ekkert ekkert raunveruleiki. Því heldur þú fram sem sagnfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu? Já, við ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagnfræðingarnir, sko. En ég hef alltaf þetta er dálítið sérkennilegt, þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, það sem við sjá fyrir sér einhverjar almenna verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stenst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvæddum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hvað hafi nú verið gaman þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa helgar og byggingasamvinnu félög bara, menn hafi tekið sig saman og riggað upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji málað. Við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða. En á þessu er keyrt. Formaður Framsóknarflokksins var ekki við kollega sinn hjá Samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðina á frambjóðendum, heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslæginu og með einhverjum filterum láta þær líta út fyrir að vera gamlar evrópskar borgarmyndir.
þetta kunstupólitík en höfðu það greinlega til einhverja. Já, það greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að það sé verið að tala inn í einhvern stríðsótta. Ég meina, við getum ímyndað okkur það, Stefán, að segja bara að Svíar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikkustjórnvöld og Svíar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko, að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast Svíum bara allir sem einn sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala um þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi þar sem svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu. Við sjáum alveg það sem að búið að reka til dæmis Bandaríkin út í tollastríð sem að er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa einhvern löngu horfnar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara tilbaka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja íhluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag er bara fluttur frá láglaunasvæðum annar staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það er kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja fortíðarþrá en svo sjáum við það að veruleikinn skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt er verið að reyna að selja þessa sömu stefnu. Svo dettur mér í hug sko að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem er nýr á Íslandi, þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum. Sumir kunna segja að alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitarstjórnarkosningar. Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitarstjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sýnst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en ríkisvaldið. Sko, ég meina, það er mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi. Ég meina, það er bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott. Já. Bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja borgarferð til útlanda og það er margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum. Og getum við kallað það hægri bylgju? Og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju? Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta, ég myndi allavega að segja það að þetta er mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara, ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar
Já. Það var dálítið sjokkerandi sko, fyrir mann sem Og frambjóðanda. varla minnst á menningarmál. Bara menningarmál komu varla til sögu, ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boðað var til af hagsmunaaðilum í greininni. Það sem almenningur var fjarri. Já, og ég nema ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kasta þið fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík, sem kannski einhverjum skilningi menningarmál, en var mjög kúnstug umræða. Já. En þannig eins og ég segi, en aftur, hérna, ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna, bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa um. Það er samt allt í lagi að vera súr og svektur. Já, ég meni í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk er ekki að velja meirihluta, þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrirfram, og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meirihluti yrði myndaður, sem að fyrir ofsalegi taugarnar á mér, menn kjósa þann flokk sem að mann líst best á. Sjálfstæðisflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax, og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum að fara að ræða á eftir. Hverju getum við Hvað mun breytast? Og eitt sem er í pólitík, að því betri sem slagorðin eru, þeim mun fyrir kosningar, þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina, klassískt dæmi um þetta er sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar. Algjörlega brilljant, pólitískt stönd, myndrænt, allir skildu líkingamálið. Jafnljóst að ef að ekki gengi allt að óskum, að þá yrði endalaust pólitíski brandarar um hvað er sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og Fíkniefnalaust Ísland. Fíkniefnalaust Ísland, það er að telja til fleiri dæmi. Þannig að núna er sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kosningar út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax, og það er langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum, sem er svona, þetta er dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það er þessi 100 daga viðmiðun, sem lítur fram hjá þeirri staðreind að við erum hérna komið fram í miðjan maí, sumarið á Íslandi, það eru bara allir í fríi, þú gerir bara ekki neitt. Liggur allt niður. Næstu 90 daga eru bara farnir, og það sem að gerist líka er það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn, og það gildir bæði minnihluta og kannski sérstaklega meirihluta eins og manni sýnist að teknast upp, þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meirihluta séu 2 sem hafa áður setið í borgarstjórn, allir hinir eru að læra hluti frá grunni. Og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylgst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar. Ég var alveg rúmlega, ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu. Þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar að þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinu og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna. Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginni verður stjórnað? Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
Ég verða að segja að ég hef mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu. Inn í borgarstjórn. Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko 100. tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til göttunum. Þá var alveg lygilegt hvað Hildi Björns tókst ofta að vera fjarverandi eða sleppa alltaf að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni. Sem að þínum að til sýnir að hún í svona geðfeldari ábyrgari hluta Sjálfstæðisflokksins. Ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðinn fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað. Hér mögulega þetta bara óskikja mín að ráða hérna för en það í rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til Viðreisnar og Framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það er miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengur til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihlutasamstarf bara fáeinum dögum síðar. Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem fjallaði þetta í gær. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leyti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðug myndbönd ásamt syni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski ekki að segja það að hinn hefðbundni klassíski sjálfstæðismaður sjái heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur en TikTok. Ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað birtist þar? Þar voru nánast sko daglega greinar frá Kjartani Magnúsinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað. Men það má nú sko margt segja sjálfstæðismenn en þeir eru ekki gleymnir. Nei, þeir eru alls ekki gleymnir. En heldurðu varandi skólamálina við það sé að hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri? Sko
Mér þykir afskaplega líklegt að það verði talað drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli, það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta það vita allir sem að það vilja vita. Grunninn snýst þetta það, okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við. En það margir kennarar sem ekki vinna í faginu og ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum skólum. Þetta hefur líka snúist, þetta hefur líka af því að fyrirgeðu, ég lansalda fram vegna þess að þú varst að benda á það áðan hve mörg okkar hafa það gott. Það má ekki koma 50 dagur, þá erum við farin til útlanda og þessi heimur, hann á ekkert mjög margt skylt við bara fátæka fólkið sem maður orðið þá á mannamáli. Sem lepur dauðan og skil. En þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talað um kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutin í Reykjavík sem þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennarastéttina. Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara lykil? Hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverjir voru á móti því. Ég meina, hún fékk yfir sig óbóta skammir frá hægri pressunni, frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágrannasveitafélögunum og þá velti maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp. Hversu líklegt þá að íhaldsmeirihluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara. Í rauninni það sem að þau voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér dálítið leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að inn á borði sveitarstjórnarfólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverju eigin tilfinningu eða einhverju óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfir fyrir 20-30 árum síðan. Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum miða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var keppi foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis. Og svona eins og maður sem kannski dálítið grottalegur í þessu þá þetta dálítið að foreldrarnir sem treysta sér ekki til að taka farsímann af börnunum heima fyrir vilja bara að skólinn sjái það í staðinn og á meðan að svo höfum við skólamenn sem segja að þetta bara tækni sem verður hluti af okkar samfélagi og það bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana. En með sama hætti og þetta svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi á laugardeginum og hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar
og hún sagði sko það heldur ekkert í lagi að það enginn að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki. Það ekki hægt að reka mig. Ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með eitthvað svona svakalegan gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennaraliðinu að sko við erum hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með að það að reyna að breyta samfélaginu okkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum. Sjálfur sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inni í okkar kerfi í dag. Kjarlastefnuna Já, til að mynda Suðurhlíðaskólinn hefur lengi verið rekinn og Valdorfsskólinn, þessum skólum hefur nú samt ekkert fjölgað tiltakanlega, hlutfall þeirra Landakotsskóli, hlutfall þeirra hefur verið svona svipað. Mér finnst það vera íhugunarefni að kannski þeir sem eru þeir sem eru svona áhugasamastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög. Ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnir nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu niður þá braut. Ég vil þó segja að út frá þessu Reykjavík og að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum, sérstaklega þegar líður að kosningum. Reykjavík sko skóla og frístundarsviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt. Og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka. Ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnarstig og þaraf séum við með Reykjavík svona lang stærsta. Ég held að mörgu leyti og þá nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur. Ég held að það væri að mörgu leyti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnan Reykjavík, ef þau myndu sameinast, ef við myndum fá, segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk, þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiss konar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Þess vegna Ég skil ekki alla þessa frídaga á ári. Ég á ennþá barn í grunnskóla. Hún skilur það ekki sjálf. Hún segir stundum við mig á miðvikudegi, ég veit ekki að hverju það frí hjá mér líka á föstudaginn, þá kannski einhver frídagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudeginum, bara svona einhvern veginn af því. Og það sko bullandi óánægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í bara fjölda vinnustunda barnanna í skólanum. Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leyti verið hrakið, þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga og þær
þær eru orðum auknar. Þetta er dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk, foreldrar ég meina, þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum. Æskuvinur minn sem að búsettur er í Belgíu og á þar fjölskyldu, hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera hérna. Þannig að ég veit ekki, ég held að við eigum svo oft, við höfum svo oft tilhneigingu til þess að slá því bara föstu að einhvað sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evrópskt eða norður-evrópskt samfélag. Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall, sko, ég er á 70-aldri, en mér fannst módelið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjallt. Skólinn byrjaði seint, það var komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma. Hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitinni við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði. En þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí, það var bara brjálað að gera. Það var 8 klukkustunda, fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarfsemi tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona. Og mér fannst ég fá alveg frábært mennta-uppeldi í einhverju 400 manna sveit, Mývatnssveit, en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma. Það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svoleiðis, það var mjög vont. Þannig að þetta var svo sem, og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu í Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð. Ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir 2 fötluðum börnum. Það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma. Þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við. En hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísetinn. Þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja lykil utan hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakómalt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski 12:30. Þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar hvað mér fannst það skrítið þegar ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, í foreldraviðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spurja. Það var aldrei talað einhvern námsárangur eða hvernig grísirnir væru í því að lesa, skrifa, reikna. Það var bara alltaf verið að spurja hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini. Ég fyrir það með þessu líka. Þar var þetta götunum og mér fannst þetta fyrst þetta truflaði mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að auðvitað var það ég sem var í tómu rugli með hvernig þetta ætti að ég er ekkert viss um það, ég held að það þurfi að vera að blanda af þessu en ég held eins og það líka bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver sveitarstjórnarmaður og annað slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að það væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir ég fór pínlítið í taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám. Skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum af því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði, í sagnfræði í
íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrarnir, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur. Heimanám geti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana. En ég segi það hins vegar líka að ég var kannski hrópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja að pína börnin helgar og eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð. Jú, einhverju benda á að heimanám sé ekki gott jafnaðartæki. Og það svo sem ýmislegt í þessu en ok, Stefán, það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þig eins og alltaf í heimsókn við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var náttúrulega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins út úr okkar umræðan sem hún hefur verið af því að bæði brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna. Ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026, ég hef fylgst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna að nýr hægri meirihluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt, hvort sem það verður nú til hnjóðs eða góðs. En eitthvað svona í lokin sem að við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það. Mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta miðað við hvað húsnæði sem ég bý í, miðað við hvað ég álítið í því ég skuldugur og verðmiðin á því mjög hár annars var ég nú að bera bækur mínar saman við tengdapappa út á landi og fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há. Ég hygg að maður geti ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver hörð hægri vinstri pólitík ég sé að Sjálfstæðisflokkurinn daðrar við það að svona fastlega í skín í kosningabaráttunni að þeir vildu fara í fasteigna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp. Ég hef hins vegar pínulitlar efasemdir svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo fjölbreytilega samsettan hóp. Við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum. Það þarf ekkert annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennilega á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það að verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona
flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri náð. Ég hef efasemdir það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið, í rauninni ætti kannski keppikefli sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minnka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það, en ég veit hins vegar að þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja. Við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki. Þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir Sjálfstæðisflokkinn að slá sig með svona loforðum, en ég ekki viss að það sé skynsamleg hagfræði. Nei, en bara já eða nei, sviðin jörð hér að 4 árum liðnum? Nei, aftur, vonandi er ég ekki er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala. Þrátt fyrir allt, og það er drullu svekkjandi að tapa kosningum og það er ömurlegt að vakna upp við það að það sé óumflýjanlegur hægri meirihluti í Reykjavík, þá nú samt sem áður má hugga sig við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundinn af lögum og þetta eru svona föst verkefni. Það er ekki hægt að klúðra þessu. Já, það er ýmsar leiðir til að klúðra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnarstiginu og það er í landsmálunum, þá væri veruleikinn sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík, þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi, þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili. Ég er ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá munin. Nei, og líka þegar við berum saman rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar, þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skyldur umfram öll önnur sveitafélög. Það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við. Gerir það, ég meina, og fyrir viki, ég meina, Reykjavík er höfuðborg og sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skyldum að gegna varðandi menningarlíf heldur en minni staðir. Hún fær þyngstu félagslegu málin, en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins. Hér eru stóru opinberu stofnanirnar, því fylgir náttúrulega athygli, því fylgja fasteignagjöld, þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík. Við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að velta svona þyngri stein heldur en aðrir. Spennandi tími framöndan, kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson, og við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is